Vissir þú að hnéverkur og sérstaklega þá hnéverkur sem er að koma án þess að lenda í einhvers konar slysi getur oft á tíðum verið að koma frá utanliggjandi liðum. Þegar ég tala um utanliggjandi liði þá er ég að tala um eins og mjaðmaliðin eða jafnvel ökklaliðin. En ef við horfum á samanburðin milli þessara þriggja liða þá er ökklaliðurinn og mjaðmaliðurinn með töluvert meiri hreyfigetu heldur en hnéð sjálft. Þótt að hnéð hreyfist vel þegar það beygist þá er það ekki með snúningshreyfingarnar sem dæmi sem mjöðminn eða ökklinn hefur. Þannig að segjum sem dæmi að það gerist eitthvað við mjöðmina eða ökklan sem veldur því að snúningshreyfingar eða hreyfingar yfir höfuð eru ekki af góðar og þær þurfa að vera. Þá þarf aumingja snið að vinna svolítið upp fyrir það og þá ertu svolítið að biðja lið að framkvæma hreyfingu sem hann er í raun og veru ekki gerður til þess að framkvæma. Og þá fyrst og fremst getur farið að koma fram verkur. Ef finnst þetta áhugavert, þá er þetta svona dæmi hvernig osteópatar hugsa og þetta er það sem við sjáum mikið hérna á klíníkunni hjá okkur. Ef þú hefur áhuga að vita meira, þá mæli ég eindregið með að þú kíkir inn á osteonordic.is og bókið tíma.